Frábært að búa þig heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það var nú staðið lengi til. Það staðið svolítið lengi til, Já. já. Staðið svolítið lengi til, en það er réttu tími fyrir allt. Já, nú er rétti tíminn. Byrjum bara á þessu sem þú varst að tala um, hérna, af því með rak minni ég hefði einhvern tíðan séð að þú hefði verið að reka blómabúð. Já. Og þá fórst að tilja upp menntun, hvað segir? Já, ég er með ofsalega skrýtna menntun en bara góða því að ég er bæði iðnlærð og svo sem sagt á bókina og ég er garðyrkjufræðingur og lögfræðingur og mitt fyrra líf eins og ég kýstundum að kalla það gekk náttúrulega út á græna putta og blómin og ég var nú lengi deildarstjóri í húsinu rétt hjá okkur, Blómaval í Sigtúni. Já, ég man eftir Blómaval. Já, þegar ég var ung, mér var falið að stjórna ykkur 20-25 manna deild og þá er ég bara 22 ára, en ok. Ég fór í garðyrkjuskólann og flutti svo til Reykjavíkur og hef búið í Reykjavík síðan. Og svo fór ég til Danmerkur að læra blómaskreitingar. Og svo þegar ég var búin að reka blómaverslun og landaði því að vera fyrst Íslandsmeistarinn í blómaskreitingum í Íslandi, þá ákvaði ég að ég væri orðið pínu leið að vinna með höndunum og eftir skilnað við þáverandi manni minn, við áttum 2 börn saman, að þá breyti ég alveg kurs og flytt með börn på Bifröst og læri lögfræði. Og svo þegar ég kem frá Bifröst, þá tók ég eitthvað svaka hliðarbeygju og lenti inn í pólitík en ég er núna hætt í pólitík og er farin að vinna á lögmannsstofunni Málsvara upp á í Kauphallarhúsinu, þar sem Apple-búðin er líka. Það er fjölbreytt, en mér hefur oft fundið svo jákvætt þegar við fáum fólk í stjórnmál sem hefur ekki einhvern veginn, hvað ég að segja, farið í gegnum ungliðarhefingu stjórnmálaflokks, farið í lögfræði eða stjórnmálafræði í háskólanum og verið bara frá því þau voru 17, 18, ekki það er allt í lagi að hafa þannig fólk líka. En mér finnst svo jákvætt þegar það kemur fólk inn í stjórnmál sem er með einhvern allt annan bakgrunn og var jafnvel ekkert með einhverjar aspirasjónir að verða stjórnmálamaður, af því þá kemur það inn með dálítið öðrum vinkli. Ég fann alveg fyrir því, bæði á þingi og í borgarstjórn að mínar skoðanir og persóna mættu gríðalegri andspyrnu og Akkur er það? Ég svo sem hef aldrei pælt í því en þetta bara byrjaði leið og ég kem inn sem þingmaður 2009 og í stjórnarandstöðu að þá var bara beinlínis ég bara sett á grillið og svona er það búið að einkenna minn stjórnmálaferil en ég hef oft sagt að andstæðingar mínir völdu sér rangan andstæðing með því að taka mig svona því að ég efli svo mikið við mótlæti og ranglæti og allt þetta þetta var oft á tíðum bara mjög skrautlegt en mjög skemmtilegt. Mér langaði að koma aðeins betur inn á þetta eftir, mér langaði ekki fyrst að tala um þetta og tala um að vinna með höndunum Því nú hef ég nánast bara verið að vinna með framheilanum. Maður er svona alltaf að vinna í tölvu og skrifa fréttir og taka við tölvu. Það er endar öðruvísi, þú veist að hitta fólk og tala við fólk. En ég er svona einhvern veginn komin á stað að ég er farin að þrásóldi að einhver hluta minni vinnu væri bara eitthvað svona iðn eða einmitt, garðyrkja eða er ekki eitthvað sem gerist við að, þú veist, þegar þú ferð að nota hendurnar og einhvern veginn að þá ferður svolítið úr stöðum hugsunum, Algjörlega og fæi mitt sem að breyttist úr því að verða garðyrkjumaður. Ég ætlaði að eiga stóra garðyrkjustöð og rækta annað grænmetaða blóm og svo fór ég yfir í blómaskreitingarnar. Að þetta er bara líka svo listskapandi og eins að fólk sem á garða, það er að stilla görðunum upp og velja plöntur í það og svoleiðis, að þetta er svo mikið ró yfir þessu og já, þetta er svona tenging við náttúruna og ég er rosalega mikið náttúrubarn og þarf að komast reglulega út í sveit og bara í moldina og mosan og byrkið og svo framvegis og aðeins að djöflast í mold. Minnst það æði. Hvað gerir það fyrir þig? Bara þetta er einhver heilun. Ég held að þetta við algjörlega bjarga mér, þessi hlið á mér, þegar ég var í stjórnmálum, af því þá fór ég kannski bara með helgar og bara heilaði sjálfa mig bara út í náttúrunni með því að vera sísli henni sjálfri, Ég held að það sé góða punktur, það er mjög mikilvægt að þú ert í svona starfi
Sko, ég hugsa, tala nú með úr kannski orðin ráðherra eða eitthvað, sko, því þú veist, það er bara stanslaust áreiti og það er, sko, stanslaust, það eru óvinseldir hér og það er þessi við þetta, þá að geta kúpla svo út alveg. Ég held að það sé bara lífsnauðsynlegt. Man hugsaði hérna í kringum hruni þegar ég var að taka viðtölu við, sko, Geir Haarde, Ingibjörg, og svo voru bara allir að fá krabbamein. Þá hugsaði maður einmitt, bara álagið er svo sturlað að þú verður að hafa eitthvað outlet þar sem þú bara gleymir þessu öllu. Já, það var ofslega eitthvað svona ótrúlega skrítið sem gerist þannig kringum hrunið og eins og segir þessi veikindi og svona maður bara hugsaði hvert eru við að stefna, sko. En ég varð ekki ráðherra en ég var formaður fjárlaganefndar og þá var ég náttúrulega bara á greilinu við Guðlaugur Þór vorum með 130 brjálaða forstjóra ríkisfyrirtækja á bakinu eða ríkisstofnana réttara sagt og það var svolítið flott líka eða töff og líka út af því að það var stefnan sko að ná hallalausum fjárlögum eftir hrunið og það gerðist nákvæmlega 2013 og þetta var bara algjört milljóna spursmál, það var ekkert verið að tala 500 milljónir eða sko stærri upphæði þá því þetta var markmið að loka gatinu eftir bankahrunið og það tókst en það er náttúrulega eins og ég segi við vorum bara grilluð en ég hef sjaldan haft jafn góðan samstarfsmann eins og Guðlaugur Þór því við stóðum saman eins og einn maður svolítið merkilegt að því við komum úr sikkur flokkjunum og þetta var alveg töff tími sko ég gleymi því aldrei þegar fórstjóri Landspítalans kom og kenndi okkur það að væri fólk að deyja upp á Landspítal út af því hann fekk ekki meiri pening þetta var nú svona kannski svolítið svona var andrúmsloftið þá en þess vegna langaði mig að spurja þig út í þetta er svo áhugavert að heyra frá einhverjum sem hefur verið þarna með við borðið verið formaði fjárlaganefndar af því ég er svo einlæglega þeirra skoðunar ef ég færi stjórnmál núna að það þarf að skera rosalega mikið niður hjá hinu opinbera. Það báknið bara orðið allt og stórt. En að sama skapi, sko það er að talað að þegar það sé sett á fót ný ríkisstofnun eða eitthvað nýtt búið til hjá ríkinu, þá sé næstu því ómögulegt að taka það tilbaka. Það er ekki hægt. Og þá hugsa maður einmitt að jafn mikið og eða fyrir mér er alveg augljóst að það þarf að skera vel niður, að þá er það einmitt ástæðan fyrir það er kannski, ein af ástæðanum fyrir það kannski ekki gert, er einmitt það er kannski ekki gaman að vera í hlutverki óvinsalamannsins og öllum finnst eins og þeir að fá meiri penning. Já, það er þannig að þegar fjárlagagerðin sko, þá náttúrulega fara stofnanir hvers ráðherra og náttúrulega setja fram sína kröfur og hæla ráðherranum að þeir séu nú bestu ráðherran sem hafa verið og það búið til svona gott veður, skilur mig. Svo fer það inn í fjárlögin en svo byrjar sko dansinn í fjáraukalögum og svo breytingatillögum við fjárlögin þegar þetta er allt komið að heljarþröm og þá er það sem skiptir máli, það er það að hafa stáltögar og láta ekki undan þessu þrýstingi. En hvernig þetta er komið núna sem er svo ótrúlega sorglegt, það eru 8 ár síðan hætt á þingi, hallalaus fjárlög og það tók ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem tók við, ef við sleppum þessari ríkisstjórn með Viðreisn og Bjartri framtíð, eða hvað svo flokkur hét, að það tók ekki nema 6 eða 7 ára að koma ríkissjóði aftur í bullandi halla. Og þá hef ég spurt formann Miðflokksins, hvað varðum alla þessa 800-1000 milljarða sem við fengum gefins út úr þrotabúum gömlu bankana? Þeir peningar bara gufuðu upp. Því að með samningunum, Sigmundur Davíð var nú alveg svaklega staðfastur í því að ná skulda leiðréttingun inn og svo að fá greitt út þrotabúunum. Þessi peningar bara gufuðu upp og ég veit ekki hver þeir eru. Og engi veit að jáfnvel. Myndu þau ekki færa rök fyrir að hafi COVID-tímabili spilað stóran part? Jú, ef þú ert í stjórnmálu þá máttu ekki alltaf finna afsökun að þessi eitthvað öðrum að kenna. Því ábyrðin er þín fyrst og fremst. Það er nú bara þannig. En það er kannski það sem vantar í stjórnmálum í dag. Það er kannski bara staðfesta og stáltögar. Sammála. Raunverulega. Ég er alveg sammála því. Og það sem mér finnst vera að gerast mjög víða núna út í heimi er að það er að koma til valda stjórnmála fólk
sem virðist vera með svolítið svona bara grimmara approach og þora að vera hugrægt og fjölmiðlar kalla þetta fólk alltaf hægri öfgamenn. Já, það er ótrúlega fyndið. Þetta er svo skrítið, sko. Að því maður hugsa, sko, og þá hugsa maður eins og bara ef við hugsum ég er nú svolítið búin að vera að atast í RÚV í þessum þáttum. Já, það verður að gera like það. Maður hugsa, sko, það er ákveðin, sko, þetta hægri vinstri er svolítið þreytt, en það er samt bara vinstri slagsíðin á RÚV. Já, ekki og þú veist, eins og ég sagði þegar ég var með Bjarna Beninn daginn, að ef að mál þingmanns Pírata sem að þú veist, og þá tekið það bara enn og aftur fram að ég er þeirra skoðunar að það eigi ekki að slaufa neinum, ég er þeirra skoðunar að fólk eigi að fá að gera mistök og mér var alveg sama þó að hún hafi hann eitthvað aðeins gert upp á bak. En ef þetta hefði verið Sigmundur Davíð eða Bjarni Ben, þá hefði fréttaflutningur RÚV, þetta hefði verið gert að svona 10 sinnum meira máli. Já, það var ennþá í gangi. Og þá er það þessi spurning að þú ert stjórnmálamaður, þá ertu meðvitaður til dæmis, heyrðu, ok, við ætlum að fara að skera niður RÚV, þá er ég ekki vinsæll hjá RÚV. Og RÚV er langstærsti fjölmiðlinn á Íslandi, þannig að það er kannski ekkert sniðugt fyrir mig að gera það, skil. Nei, við Gulleimi tókum þennan slag og mann eftir því að þegar þeir áttu ekki að fá hækkun og við vorum búin að finna út formúlu að með aukning og kennitölum, þá væri það sem sagt nægilega hækkun fyrir þá, þannig að útvarpsgjaldið myndi standa í stað og sem sagt fjölgun, sko það er náttúrulega fárulegt líka, sko EHF á Íslandi, einkahlutafélög þau eru að borga, sko nefskatt til RÚV, það er sko ótrúlegt og það skildi hafa verið sett inn í lögin og svo náttúrulega voru einhver smá fjölgun hjá þjóðinni og það var allt vitlaust og RÚV efndi sjálft til einhverja samstöðu tónleika og Arnar sem sagt í fyrir framan sko skrifstofuna þar sem fjárlaganefnd fundaði og það var í eina skipti sem að ég eiginlega var óttaslegin og bað þingverðina að fylgja mér yfir og skipuleggja flóttarleið fyrir mig að þetta væri út úr skrifstofuhúsnæði Alþingis. Akkur var svona mikil hitt í fólkinu? Þarna var það þá. Þarna var allt orðið vitlaust út af því að við stóðum först á því að RÚV ætti ekki fá meiri pening, skilurðu mig. Og ég reiknaði með þá út af því að RÚV auglýsti þessi mótmæli, allir ætti að koma og það var ykkur listamenn búin að gefa vinnu sín og átt að vera þarna, þú veist, ykkur músikatur eða eitthvað. Þannig ég bjóstu fullum Austurvelli. Heyrðu, þetta kolfjall svo, það mætti ykkur 20 manns og ég gæti labbað þurrum fótum aftur í Alþingishúsið án fylgdar, þannig að þú veist þetta mistókst, en þarna var ég pínur hrædd sko og það var rosalega skrítið, það var RÚV á sínu tíma að efna til mótmæla á móti starfandi kostnum sko þingmönnum, skilurðu mig. Og þetta sýnir hvert þessi vitleysa er komin og svo líka þú veist að tala sko það sem er að gerast bara þú veist að sem betur fyrir eru nú einhverju stjórnmálum en ekki búin að gefast upp yfir þessu vókisma og sérstaklega núna í Evrópu og kallaðir hægri öfgamenn og allt þetta. En það sem er svo skrítið að valda elitan sem situr að kjötkötlunum, þeir finna sér bara alltaf nýja flokka og beita einmitt útilokunaraðferðinni eins og til dæmis á Evrópþinginu og það sem gerðist núna í Fraklandi og allt þetta, þá er bara alltaf sko að halda völdum og kippin einhverju smáflokkum og til þess að geta haldið ógstefnunni áfram og skilja þá eftir raunverulega sigurvera á kosningana. Það til með gerist í Svíþjóð, það var bara mynduð ykkur fjölflokkastjórn til þess að ykkur hægri öfgaflokkur í Svíþjóð kæmist ekki ríkisstjórn. Þetta lýðræði? Mér finnst þetta allavega mjög áhugavert hvernig bara eins og þegar það eru kosningar í Fraklandi núna frekar nýlega, að þá eru dregnir á flot einhverjir sko stjórnmála sérfræðingar sem segja lýðræðið sé í hættu út af því að fólkið er að velja eitthvað í lýðræðislegum kosningum. Nákvæmlega. Það er eitthvað öfugsnúið við. Það er bara búið að snúa allir fólk. Og þá er það þetta mitt, að það er einhvern veginn, það er þessi svona slíkja yfir öllu að svona það sem er kallað þessar hefðbundnu mainstream fjölmiðlar, þeir eru allir þarna megin við línuna þegar kemur að þessari svona hægri vinstri flokkun, sko. Já, algjörlega. Og fyrir mér er bara blindspotið eða blindahliðin orðin svo stór. Svakalega. Þú veist, þú ert einhvern veginn inn í bara bergmálshelli. Já. Og sogast bara einhvern veginn inn í þitt lið, sko. Og fyrir mér eins og þegar ég var að læra fjölmiðlun, þá snerist þetta að maður átt að segja báðar hliðar í sömu fréttinni. Ekki einhver segir eitthvað daginn eftir og maður átt að koma
því fréttnæmasta í fyrirsögninni, ekki misleiða fólk og það kom fólki bara ekkert við hver mín skoðun á málinu. Akkurat. Þannig að leið og maður farin að sjá jafnvel sko eitt að þú ert með einhverja umræðu þætti eða svona skoðana þætti en þú ert bara með hreinar fréttir og það stendur hægri öfgaflokkur. Hver ákvað þetta veri hægri öfgaflokkur? Það skoðun fréttamannsins. Mér kemur ekki við hver skoðun hans og þetta náttúrulega sérstaklega áberandi í fréttum Donald Trump að það sko beinlínis bara sagt lígar en Donald Trump og eitthvað slíkt sko, sem svona ég fellst alveg á að þið séuð á því að hann sé ekki að segja satt en byttu ekki allir hinn líka að segja ósatt. Akkur eru þeir þá ekki líka kallaði lígarar? Það er búið snúið allar kvöl og eins og segir sko, svo berst þetta fólk með sko lýðræðiskrossin á bakinu og það er svo frjálslynd og það elskar svo lýðræðið en það er raunverulega akkurat að fara í hináttina og eins og til minnst það sem gerist í Frakklandi það fór bara allt á hvolf og náttúrulega viðkomandi stjórnmálaflokkur rakkaði niður og ógna kjósan og allt þetta, sama gerist á Ítalíu að því hún þótt ykkur rosa hægri öfgamannskja, forsætisráðherra þar sem ég man ekki hvað heitir en svona gengur þetta yfir sko hinn vestræna heim og ég segi svo þú, hver er það sem ákvað þetta? Að þetta ætti að vera svona og hvers vegna er þetta svona? Finnst fréttamönnum kannski meiri líkur á því að þegar hinni svo kölluðu góðu vinstri flokkar eru í ríkisstjórnum við svörum Evrópu að fjölmiðla fái meiri fjármagn frá þeim eða sko hvað er þetta? Þetta er líka bara speglast alveg gjörsamlega heima. Hverjir eru það sem eru varðhundar RÚV? Það eru vinstriflokkanir. Það er Vinstri græn, það er Samfylking og svo framvegis. Þannig að ég man þegar ég var með Ingu Sæland í viðtali að það var alveg sláandi þegar hún fór að segja mér sko miðað við fjölda þingmanna sem flokkur fólksins er með sá tími sem þau fá það var búið að láta reikna út sem þau fá inn á RÚV miðað við til dæmis Samfylkingun og Vinstri græna það var bara, sko, það var ekki helmingi minna eða 3 sinnum minna, ég held að það hafi verið 10 sinnum minna, sko. Ég veit það. Ég hef stundum sagt það svona í djóki en samt svona ákveðin alvara yfir því að RÚV er áhrifamesti stjórnmálaflokkur á Íslandi því að þeir stjórna alveg umræðinni, það er ráð þarna sem sagt einn fólk skiluru og með mjög pólitíska skoðanir og mikla agenda, við bara sáum það til dæmis í bensínstöðamálinu sem hún Sigrún María var búin að búa til mjög vandað þátt, einmitt eins og þú sagðir, það sem allir fjölmiðlumenn eiga að læra vonandi ennþá, að hleypa báðum hliðum að, sko, það var bara, sko, barátta, sko, dauðans að fá þann þátt sýndan og þetta átt að vera í Kveik, sem er ykkur rannsóknarblaðamennsku þáttur á RÚV og svo var þessu slætað þegar andstæðin í samfélaginu voru slík slætað bara inn í kastljósið sko, og það var akkurat afhjúpunarþáttur og hvernig þetta var, skilur mig en þetta vantar út allt og þú tapar alltaf umræðinni ef að þú þarft að koma daginn eftir að svara fyrir frétt sama daginn áður þú átt ekki breykið það einmitt, það er hárrétt en það sem mér finnst áhugavert er að sko það sem er klárlega að gerast er að það er að verða mjög mikil breyting og það er að verða mikil breytingar sko hefðbundnu fjölmiðlarnir er að falla til dæmis eins og í Bandaríkjunum og mörgum stærri samfélögum það eru bara sko ef þú tækir eitthvað svona einstök plattform sem ná til flestra þá er það bara eins og það sem ég er að gera hér það er bara, ég menn eins og Joe Rogan hann er bara maður á bolnum að tala við fólk hann nær til miklu fleiri en CNN sko og en út af því að ríkisútvarpið á Íslandi er með svo mikla forgjöf í fjármagni, þá er þessi þróun hægari hér, finnst mér, en hún er samt að eiga sér stað. Og það er til dæmis áhugavert hvað þinn gamli flokkur er að skora hátt núna. Og ég er með þá einföldu sko kenningu að það sé bara orðið mjög mikil eftirspurn eftir í samfélaginu að stjórnmálamenn segi það sem þeir eru að hugsa. Já. Og Sigmundur eftir það sem hann fór í gegnum, þá er hann svolítið frjáls maður núna. Hann getur bara sagt það sem hann er að hugsa, jú, hann fær á sig skítkast og óvinsældir, en tölurnar sína að fólki vill þetta, sko. Já, það er stór hópur af fólki sem vill þetta. Og Miðflokkurinn er búin að vera, sko, þriðjastasti flokkurinn núna bara sko, margra mánaða skeið, sem er náttúrulega ótrúlega ánægilegt að
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.